Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Mundu að hafa Guð í hjarta þínu þegar þú ferð í gegnum dalinn og leyfðu honum að leiða þig í gegn. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Jesús dó fyrir þig og þú getur átt líf í fullri gnægð. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við viljum hvetja þig til þess að deila samkomunni og verum hvatning fyrir aðra að koma í hús Drottins og lofa hann eða vera bara heim í stofu og lofa hann með okkur á samkomu.
velkomin á samkomu. Erum við ekki þakklátt í dag? Amen, ég rosa þakklátt, halleluja. Ég býð ykkur enn aftur velkomin og það svo geggjað að COVID sé aðeins að slaka á. Við getum fara að hittast aftur, maður finnur hvernig næringin kemur aftur inn til manns þegar maður fer að hitta fólki sitt aftur. Og þeir sem heima sitjið endilega komið og samkom og verið með okkur. Þannig það aðeins skemmtilega hér heldur en þarna. En það samt rosa gaman þarna. En við ætlum að loka við saman, við ætlum að... ég alveg dottir? Já, ok, ég bara honum. Einmitt, alveg ertu búin að? Já, ok, þannig ég komin. Ég greinilega þetta bara ég. Þetta hljóðsing kemur svona aukalega að bara píp úr mér. Nei, ég tjóka, þetta einhver tækni vandamál. Og þeir eru bara að þrauka það. Við ætlum að biðja Guð að blessa stundin í dag. Við ætlum að biðja Guð að vera með okkur. Við ætlum að biðja Guð að blessa orð sitt í dag, að við mættum fara breytt út í nýja viku. Að þessi vika sem við erum að starta verði geggjuð og verði dásamleg. Að hún verði þannig að við rúllum hlutum upp, við vöxum í honum, við gerum nýja hluti, við förum lengra og verðum betri. Halleluja, endilega biðið með mér. Drotti, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir, Drotti minn, að hver þú ert. Þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Þú ert sami Guð sem þú varst þegar þú dóst á krossinum hér á jörðu. Þú ert risin upp, halleluja. Þú hefur tekið alla synd okkar á þig, Drotti. Ég þakka þér fyrir að við fáum að vera hér í dag og lofsyngja þér. Ég þakka þér fyrir að við fáum að vera hér í dag til þess að vegsama þitt nafn. Gefðu okkur meira þér, gefðu okkur gleði, gefðu okkur frið, gefðu okkur langlindi, gefðu okkur gæsku, gefðu okkur góðvild. Halleluja, Drotti, bara uppfyllt okkur á ávöxtum andans. Heila, Drotti, ég þakka þér enn og aftur og ég bið að blessa orðið þegar fer hér út á eftir og ég bið að vera með í lofgjörð þíns liðs. Og þeim sem heima sitja, Drottni, ég bið að snerta þá, til andarsára og líkama og alla hér í salnum, í þínu heilaga nafni. Amen. Endilega lofið Guð með okkur í dag. Son Guð settust mitt á og hans upprisu trúa má. Ég mun sigur Jesús sjá, blóðsins sigur kraftinn fá. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen. Amen.
Faðir minn, við þökkum fyrir það. Við megum dvelja saman í nærveru þinni. Og þú hefur lýst því yfir að þitt verk sé fullkomnað. Og þitt verk fullkomnað í okkar lífi. Og í dag meðtökum við þitt fullkomna verk til and okkar, til sál okkar og til líkama. Þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú hefur sett okkur frjáls. Blessa sig þinn nafn. Amen. Halleluja. Við ætlum að þakka samskotið okkar. Tökum samskotið alltaf á samkomunni. Það hluti af lofgjörn eins og ég hef stundum sagt. Það hluti af tilbeiðslunni okkar. Það eru baukar hérna á borðinu út við dyr og það posi frammi. Eins eru líka upplýsingar á skjánum fyrir þau okkar sem að vilja nýta ykkur þá tækni úr þeir sem heima eruð eða vilja taka þátt í að gefa. Og Guð launi ykkur og blessi á margvíslegan hátt tilbaka. Við biðjum það. En þið vitið það engin kvöð, engin skylda, en gleði ef svo Guð blessi ykkur. Standa aftur upp og lofsyngja Guð. Þá sá ég konung dýrðar, kom í eldi himni frá og jörðin skalf. Taka sína
glaust á Jesú. Lít himneskar tignans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvað slær. Móts við fyllingu miskunnar hans. Horfðu hiklaust á Jesú. Lít himneskar tignans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvað slær. Móts við fyllingu miskunnar hans. Horfðu hiklaust á Jesú. Lít himneskar tignans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvað slær. Móts við fyllingu miskunnar hans. Þá á fegurð heimsins strax fölvað slær. Móts við fyllingu miskunnar hans. Þetta var æðislegt. Já, bara beint frá. Er þetta on, Alli? Á að vera að. Við erum að pröfa nýja mikrofón, sko. Svona, já, það kemur. Er það komið? Já, sko. Það var dásamlegt. Dásamlegt að lofa Drottin saman. Mér langar að biðja ykkur, bæði öll þið sem í salnum og þið sem heima. Eins og reyndar alltaf mikilvægt þegar við erum að meðtaka Guðs orð eða anda hans eða starf hans í líf okkar, að vera alveg sérstaklega opinn fyrir anda Guðs og leyfa honum að koma af stað. Mér langar að tala í dag að Guð læknar til anda, til sálar og til líkama. Það verður að segjast þess að kirkjan, allavega í hinu vestræna heimi, leggur oft meiri áherslu á andan, að Guð lækni andan, þar sé að frelsi manninn, svo hann eignist eilíft líf. Og það vissulega mikilvægt. Vandamálið okkar hins vegar hefur verið það að við aðskiljum síðan
Svo bara við segjum kannski, já, hann frelsa mannin, og svo spurningin, sko, hann vil örugglega styrkja hann, vil hjálpa honum og hann vil lækna sálarkvölina hans og leysa hann og allt þetta. Og svo kemur spurningin, en vill hann lækna okkur á líkamann líka, eða það svona auka bónus eða, skilur. Og við höfum verið svolítið að tala orðið so-so, sem grískt orð, notað í Nýja testamentinu yfir það sem að við köllum að frelsast eða gefast í Jesú, eignast eilíft líf, fæðast á ný, öll þessi orð og tiltök eða hugtök eru notuð í Biblíunni. Og orðið gríska sem notað yfir þetta þegar Jesús læknaði var so-so. Þegar fólk frelsaðist, so-so. Og það var engin greinarmunur gerður þarna á. Og mér langar að við skoðum aðeins í dag hvernig Guðsorð, alveg meira sér frá í gamla testamentinu, í spádómunum Krist, að þá aðskildi Guð aldrei þessa áætlun sína að frelsa mannin alveg. Við sungum áðan fullkomið verk Krists. Ég hef líka sagt á stundum, það algjörlega fullkomið fyrir mig ef að það eina sem hann hefði gert fyrir mig var að gefa mér eilíft líf. Ég myndi alveg sætta mig við það. Þið líka vonandi, ég treysti því. En ef hann hins vegar gaf meira en það, ef að fyrir fullkomna verk hans á krossi innifelur eitthvað meira heldur en bara það, þá ekki mikilvægt að komast að því? Það mjög mikilvægt. En góður Guð hann bara góður. Það ekki skuggi til í honum. Okkar myndum harðan Guð, vondan Guð, grimman Guð, strangan Guð, allt þetta. Þetta eru mannlega myndir af Guði. Guð bara góður. Því þetta hann kenni mér aldrei neitt, talaði til mér leiðbyrni, nei, auðvitað ekki. Við elskum börnun okkar en við leiðbyrnum þeim. En alltaf í kærleika, alltaf í elsku. Og hann aldrei dæmandi og hann bendir aldrei fingri. Allavega, þetta ekki það sem ég ætla að tala um í dag, með að vera datt inn í það, hvað hann hrikalega góður. Má segja það? Hann alveg hrikalega góður. Hér kemur svo stóra málið. Ef að Biblían kennir okkur, við ætlum að skoða það aðeins, ef að Biblían kennir okkur að Guð hafi alltaf ætlað að lækna mannin algjörlega til anda, sálar og líkama. Ef við erum einn maður, við erum andi, við höfum sál og búum í líkama og Guð ætlaði að gera allt þetta heilt. Þá kemur hérna málið og það það að Biblían kennir okkur líka að kirkja Krists, hún á að framganga í þessari lækningu út í samfélagið sitt. Og þar þetta ofta aðeins erfiðara. Þið þurfa ekki að svara upp átt, en svari hver fyrir sig. Ef þú búin að vera trúar í einhver tíma og eiga lífi í Kristi í einhver tíma og þú örugglega heyrt að þú að leiða aðra til trúar og þú jafnvel farið í trúboðsferðir og þú gert alls svona hluti. Hvernig var? Ekki svara upp átt. Hvernig var? Ég meina, fyrir marga alveg hrikalega erfitt að segja frá trú sinni. Bara að segja frá trú sinni. Getur verið fyrir marga hverja alveg mjög erfitt. Það getur verið alls konar ástæður. Sumir finnst þeim ekki tala nú flott, ég veit ekki hvað ég að segja og eitthvað svona. Aðrir hugsa, vá, þið gera bara grína mér. Trúar ofst ekki sem aðrir tú. Þú veist, það getur verið alls konar ástæður. Ef það svona erfitt að deila trú sinni til þess að fá lækningu í andamannsins, þar sé að hann frelsist og eignist lífi í Guði, þá það ennþá verra og erfiðara að biðja að hann læknist á líkamann. Hafi gert það? Nei, ennþá færri. Af hverju? Vegna þess, hvað ef hann læknast ekki? Þá ég sjálfur mér að allagi og aðalega mér, pínlítið Guðin aðalega mér.
Við erum rosa viðkvæm fyrir sjálfum okkur. Þá bara hvað heldur fólk mig? Ég ætla að uppræða ykkur með ritningaversum og þetta og eftir. Er þið með? Og hér kemur þá málið. Framundan nefnilega, ég trúi því og marg ykkar og veitum margt fólk út allan heim trúi því að kirkja Krists í veröldinni sé á tímamótum. COVID hefur hjálpað til þess að taka okkur inn á þau tímamót. Vegna þess að kristni menn og kirkjan hefur þurft að endurskoða hvar erum við stödd, hver erum við, sérstaklega þegar skoðana kann að hafa sýnt að það að fjöldi manns ætlar ekki að koma í kirkju aftur að þeir geta hort á streymið heima hjá sér. Til hvers að koma, ég get fengið sama pakkan heima eins og ég fæ þegar ég kem. Og það er þetta stóra, ég fæ sama pakkan heima eins og þegar ég kem. Þannig á það náttúrulega bara ekki að vera. Þú átt ekki að fá sama pakkan. Þú fær sömu kennslu kannski og sömu lofgjör og tilbærslu, en það hlýtur að vera eitthvað meira í söfniði Guðs sem að á og þarf að vera til staðar. Og kirkjan að vakna upp við þetta, veitu, hvar hefur við farið út, hvað vantar hjá okkur? Og ég er einn af þeim sem er algjörlega samfærum það, eitt af því sem Guð ætlar að gera, hann ætlar að endurvekja á meðal okkar meðvutund og skilning og framgöngu því þegar hann, Jesús, sagði sjálfur, hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni er ég mitt á meðal. Hvar sem þið hittist, hvar sem þið framganga í því sem ég hef kallað ykkur til, 1, 2, 3, ég er þar. Og ég gef ykkur vald til þess að framganga í því sem ég hef gefið. Ég trú að Guð sé að færa okkur á þennan stað aftur. Og hann er eftir að úthella heilugum anda á ferskan og nýjan hátt og lækning og kraftur Guð segi eftir að fram að ganga. Getur vel verið að þú trúir þess ekki eða sért ekki enn og þú sért ok, ég vona það aldur en það skiptir ekki máli. Þetta er það sem ég trú að hann ætla að gera. Þetta er í samræmi, bara svona uppur ykkur, við það sem hann vill gera samkvæmt Biblíunni. Þetta er sem hann hefur gert í gegnum tíðin, oft á tíðum, en það verður einn stór munur á og hlustuðin á. Hann er þessi. Þegar lækningakraftur Guðs hellist yfir til anda, sálar og líkama yfir Ísland og löndin öll í kringum okkur og jarðríkið, þá er það ekki í gegnum einhverja 1, 2, 3, 4 eða 10 súperguðismenn. Súperguðismenn. Í síðustu lækningavakningu sem við getum kallað svo, þá komu þeir nokkurir og nokkrar, sterkar og stórar. Og þetta var svona, og fólk flaug heimsorn á milli til þess að fá lækningu hjá einhverjum í Bandaríkjunum eða Kóru eða eitthvað þar. Veistu hvað gerðist í þessum hópi? Meiri segja það sem Guðs kraftur á að vinna svona stórkostlega, það endaði það ekki svona. Veitu hvernig það verður? Þú og ég, litlu spámenninir, við verðum í þessum pakka. Við ætlum að vera í þessu. Við erum þau sem Guð er að kalla. Kirkja Krists, hinn almenni kristni meðlumur í söfnuði sín hans. Sama hvar hann er. Smárakirkju, öðrum söfnum landsins okkar, fyrir utan landsdyrna. Þetta er hópurinn sem ætlar að framganga í þessu. Og úthelling anda hans og kraftar hans verður í gegnum þig, minn kæri. Verður í gegnum þig. Og af því að hún verður í gegnum þig, er þetta rosalega mikilvægt þessi vers sem ég ætla að lesa fyrir okkur, til þess að þú og ég áttum okkur á því að Guð aðskilur ekki það að hann ætla að sjá fólk frelsast og læknast á andan og að læknast á líkama og sál. Þetta er einn pakki sem hann býður fólki. Hann býður þér það, hann býður mér það og hann býður öðrum það. Ef við lesa, byrjum á spádómum Jesú. Jesaja 53. Er ég með hérna til að skipta? Ég sé að þetta er nefnilega að koma á tjaldið. Er eitthvað annars sem skiptir fyrir mig kannski? Ok, fínt, þá lesi þetta bara hérna. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann. Þetta er spádómur í Jesaja Jesú Krist.
Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Hann var harmkvæla maður, kunnugur þjáningum, líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vora þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, sleginn af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningi sem við höfum tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villi vegar sem sauðir, stendur hver í sína leið, en Drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Þetta orð harmkvæli, merking orðsins eru þrautir. Þjáning, hann var kunnugur þjáningum, merking orðsins þar eru sjúkdómar. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, þjáningamaður og kunnugur sjúkdómum, líkur manni menn byrgja andlit sitt fyrir. Strax þarna spádómurinn það að hann ætla að koma og hann ætla að taka burt þjáningar þínar og sjúkdóma. Hann ætla ekki bara að gefa þér eilíft líf einhvers staðar, hann ætla að koma og hann ætla að leysa þau undan þjáningum og líkamlegum sjúkdómum. Fólk þjáist oft í sálarlífinu sínu, ekki satt, í hugarlífinu sínu. Þú getur kvalist þar. Ég var að ræða við lítinn hóp núna á föstudaginn sem að vinna með lífið sitt eftir að hafa verið í mikilli neyslu. Og eins og einn sagði, og ég spurði, er ég eini maður sem fæ svona svona vindstorma í kollinum á mér? Og hann sagði, nei. Og þið vitið hvað það er bara heilinn, hugurinn, það á fullu og þú stýrir honum ekki. Þetta er stjórnlaust apparat virðist vera. Og tekur þið bara eitthvað svona bara út í buskan. Eitthvað sem þú ætlar ekkert að fara. Þú segir kannski, ég hef aldrei lent í þessu. Ok, þá bara komdu inn á bænastund og ég ætla að biðja að biðja klukkutíma og bara hlusta á Guð. Hvað á ég að kaupa á morgun? Já, ég þarf að laga palli, að stípla klósettið. Já, allar þessu hugsanir kom inn, þó þú ættir þér ekki að gera það. Það er vegna þess að í kollunum okkur er þannig að það svífur allt yfir. Og þú ræður ekki við. Það uppröfa líka með þessu. Þú reyndar stýrir í heldur ekkert alltaf hvað flýgur yfir. Sem alltaf með, ég veit fólk sem samviskubit yfir að hugsa ykkur hugsanir og ég sagði, hvað valdir þú að hugsa þetta? Nei, þetta bara kom. Og ekki hafa samviskubit yfir í. Ég stundu sagt þetta svona, þú getur ekki stjórnað í hvort að fuglinn fljúi yfir hárið á þér. Þú getur ekki einu sinni stjórnað í hvort hann sest í hárið á þér. En þú getur svo sannlega stjórnað í hvort hann býti hreiður þar. Það er þessi hreiðurgerð sem við þurfum að losna við. Og það er það sem Guð ætlar að losa okkur og hjálpa okkur undan í huganum. Þannig að hann kemur, spádómurinn Jesú var að hann kom til þess að gera okkur algjörlega heil. Í Mattheus 6:31-33 segir, segið ekki, því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og himneski Faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast þér auki. Þetta daglega sem við þörfnumst. Hvað er lykillinn að lifa í fullri umsjón Guðs? Það er að leita ríkis hans. Og hvað er ríkið hans? Akkurat, í Rómarbréfinu 14:17 sem var næsta vers. Guðs ríki er ekki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Og hvað er réttlæti? Það er frelsið fyrir andaninn. Það er lækning fyrir andaninn. Það er rétt staða fram fyrir Guði, þar sem þú fara að standa teinréttur, vitandi að hann áfellist þig ekki, hann hefur fyrirgefið syndið þínar. Hvað er friður? Það er innri friðurinn, sálarfriðurinn, þegar hann læknar sál þína.
Ég á frið sem æðri öllum skilningi. Ef ég finn óróan, ef ég finn heilastorminn, þá get ég dregið mig til hliðar inn í friðans. Af því að hann hefur gert sál mína heila. Frægur söngur, all is well with my soul, muniði. Hann hefur gert mig heila. Og hvað gleðin? Eða fögnurinn? Það líkaminn laus undan líkamlegum þjáningum og sjúkdómum. Þetta Guðsríkið í heilugum anda. Þetta gerist bara fyrir heilarnat og það var það sem ég ætlaði að minnast á við ykkur, muni ég sagði það áðan. Þú og ég, við getum ekki læknað litla flugum með hausverk, sko. Við erum ekki að fara að gera þetta. Það er alltaf heilagur andi. Það er alltaf Guð sem gerir þetta. Og hann segir, ég vil frelsa fólk. Já, við trúum því. En okkur eigum svo erfitt með að trúa því að hann vilji lækna fólk. Ég veit af eigin reynslu. Og svo, eins og ég segi stundum, þetta á örugglega ekki við ykkur en fullt af öðrum kristnum fólki út í bæ, þegar við erum að biðja fyrir sjúkum, við verðum mjög nervus, sko. Hvað ef þú læknast ekki? Þá lít ég illa út. Sjáu hvað er að fara. Bíddu, er það eitthvað mitt vandamál? Ég vitna fyrir einhverjum sem trúna og vil biðja fyrir honum til frelsis. Ætla ég að fara að frelsa hann? Nei. Ég á ekki neinum vandræðum að gera því ég trúi því að Guð vilji frelsa. Það er sama með lækninguna. Þú getur beðið óhrætt, framgengi í því að lækna. Guð vill gjöra heilt. Ég sé alveg svona svipur og it's a new thought, Halldór. Ég veit ekki alveg með þetta, sko. Ég segi, það er svona bæði ykkur í byrjun, við erum opin, við vorum að tala, ég bið ykkur að skoða þetta og segi það er engin munur. Frelsisverk Krists er fullkomið til anda, sálar og líkama og við þjónum það til fólks. Og ekkert af því ferðalagi er undir þér eða mér komið með einhvern rosalegu súperkrafti. Hann er ekki að fara að tala súperlækningamenn. Hann er að tala líkamann sinn sem að trúir því að hann sé búinn að vinna verkið og vilji gera heilt. Þess vegna biðjum við fyrir sjúkum óhrætt. Það er hvað sem er ekki mitt, hvort þið læknast. Það er svona vitni að ég Jesú hvar sem er óhrættur. Vegna það er hvað sem er ekki mitt, hvort þið frelsast. Það er hans. Hann vinnur alltaf verkið. Stígum út, verið óhrætt. Ég get sagt ykkur, einu sinni var ég staddur á Spáni og var það með lítinn svona hóp og vorum í trúboði og það var fullorðin kona í svona blokk. Þetta var í sem sagt spönsku Marokkó eða Ceuta, borgin hinum með Gíbraltarsundið. Og hún er upp á 4. hæð í blokk og hún var í hjólastól. Og það voru að segja, við vorum með svona samverustund inni hjá þeim og fullt af fólki, vinkonunnar allar og svoleiðis. Og svo spyr ykkur í hópnum mínum, Halldór, ekki að biðja fyrir henni? Hvað er það? Nei, ég sagði það ekki. Og fær bank, ekki að biðja fyrir þess að laumuðu konu í hjólastólunum. Þetta er meira kaffi. Hvað gerir þau? Ef ekki að biðja fyrir konu í hjólastól. Ég hef aldrei, ég sagði ekki neitt við viðkomandi, ég sagði bara jú reyndar. En ég sagði, ég hefði getið hugsað, ég hugsaði held í allan pakkan, ég hef aldrei byrjað sér neitt að rísa upp úr hjólastól áður. This is the first. Og ég meina þetta er bara, ég hef séð hausverkfara, jú, halleluja, mikill Guðsmaður. Hvað á ég að gera? Og ég sagði bara, ok, við skulum biðja. Svo var bara hljóðbæn og auðvitað segi Guð, Halldór, ætlar þú að lækna með það? Leið mér. Leggjum hönd með yfir hana. Og hún rís upp.
Hún reis ekki bara upp. Hún hljóp með stigann út fyrir blokkina og hljóp hring eftir hring í kringum blokkina með vinkonu sinni út á svölum segjandi, þú getur þetta ekki, þú getur þetta ekki. Auðvitað gatur hún þetta ekki mannlega séð. En Guð getur allt, krakkar. Og Guð vill einmitt gera heilt. Ég get alveg uppræða ykkur líka með því að það var engin ófrelsaður eftir þessu herbyggi þegar við fórum. Það er bara opna alla dyr. Hey, ég vil frelsast. Ok, halleluja. Ég með þó að við höfum predikað hjartað úr okkur, við höfum ekki náð þessum árangri. En Guð með sína lækningu gerði allt. Í Jesaja 33 aftur, 10 köflum eða 20 köflum eða svo á undan hinum, það segir, og engin borgarbúi mun segja, ég er veikur eða sjúkur. Fólki sem þar býr hefur fengið fyrirgefningu misgjörða sinna. Ok, þýðir þetta til dæmis að ef við erum veik á líkamann þá sé ykkur synd eða misgjörð? Nei, þetta er ekki það sem það þýðir. Og við getum séð það, ég get sýnt ykkur líka, ég ætla ekki að gera núna, úr orði Guðs, Kristur að kenna þetta, að hann setur ekki saman sem merki þarna á milli. Hann meiri sér fekk spurningu frá lærisveinunum, ef þessi lamaður út af synd hans eða móðurinn eða föðurins eða eitthvað, ekkert að þessu sagði hann, ekkert. Þannig að þetta er ekki tengingin. Tengingin í þessu versi hins vegar er að það er engin greinarmunur gerður á þessu. Hann tekur þetta saman að það er engin sem er sjúkur því allir hafa fengið fyrirgefningu. Það er að fyrirgefningin og lækningin kemur í Kristi. Og ef þið trúið sér ekki ennþá, ég sé nú bara búin að vera að lesa upp úr einhverju gamla testamentið nú, þá ætla ég að lesa upp úr Nýja testamentinu. Er þið með? Já. Þessa sögu þekkið þig, þessa frásögu þekkið þig og hún er alveg geggjuð. Þá, þetta er Matthús 9. Þá stéð Jesús út í bát og hélt yfir Þessi íslenskar er svo góð. Pæliði að hann fór út í bát og strákarnir var að koma með og hann segir við á stráka, við erum að fara yfir Hvað meinar þú? Íslenskar er góð. Við erum að fara yfir bara yfir vatni meinta nú reyndar sko. Og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lamaða mann sem lá í rekkju. Og þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lamaða mannin, vertu hughraustu barni mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Það er margt sem er athyglisvert þessi, bara þarna, við höfum eftir að lesa pínlítið meira. Þeir komu með lamaða mann til hans, liggjandi í rekkju, hann gat ekki hreyft sig. Og það segir ekki þegar Jesús sá trú þessa lamaða manns. Heldur þau sem vinana, þeir eru trú. Þegar hann sá þeirra trú, sagði hann að mikilvægi trú þeirra. Og hann segir við hann, vertu hughraustuð, svo ávarpar hann lamaða mannin, vertu hughraustuð, barnið mitt. Syndir þínar eru fyrirgefnar. Ef hann pásaði þarna og sagði ekki neitt meira, strax, þá er ég vissum að vinir hugsa, það var ekki ákvörð þetta sem voru að spá í Jesú. Og við viljum bara sjá hann ganga, skilur við. Við vorum ekki alveg að spá í syndirnar hans. Hann byrjar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar. En þarna í kring voru náttúrulega fræðimenn og spekingar og prestar og sögðu við sjálfan sér, hann guðlastar. Akkur allir hefur sagt það. Því enginn getur fyrirgefið syndir nema Guð. Svo þeir sér, þarna, þetta er bara guðfræðilega séð, gengur þetta ekki upp. Hann getur ekki fyrirgefið syndir. Jesús, hann las hugsanir þeirra. Við höldum að í dag höfum við hugsanarlesari hér og þar. Það var ekkert á móts við hann.
Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, á hverju hugsið svona illt í hjörtum ykkar? Hvort nú auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða statt upp og gakk? Og við ætlum að staldra það sérna við. Hvort finnst ykkur nú auðveldara að segja? Við lamaða mann. Mér fannst erfitt að segja þetta allt saman með þess að konarnar Spáni. Ég geti þetta ekki ykkur. Ég var ekkert búinn að fatta þessa tengingu. Þetta bara allt aðskilur frá mér. Frelsast, það var frábært þegar hún bara frelsaðist. Auðvitað geggjaði ef hún læknaðist líka, en ég aðskildi. En hvort nú auðveldur að segja? Syndir hennar fyrirgefnar. Eða á fætur með þig. Núna. Hvort auðveldara? Hugsaðu það fyrir þig. Ef að þú værir í þessum kringumstæðum. Eða myndur kannski bara hlaupa út. Þú veist, bara sleppum þessu. Ég veit ekki hvort auðveldara. Svo segir hann þessi frábæru orð. En til þess, kæru vinir, að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu allri til að fyrirgefa syndir, þá segi ég nú við þig, lamaður maður, statt upp, taka rekkju þína og farðu heim til þín. Með öðrum orðum, til að sýna ykkur að þetta helst í hendur, að ég hef vald á þessum stöðum og ég aðskil þetta ekki, það er ekki spurning hvort þetta sé auðveldur og þetta sé erfiðara, ég hef vald í hvort tveggja. Og ég fyrirgef honum syndir og ég reis hann af lömuninni. Þetta er þér og mér líka gefið. Erum við á sama stað við Jesú með þetta? Nei, kannski þið, ekki ég. Ég finn mig ekki, ég er ekki alveg með sama sjálfstrausti og hann, ég get alveg lokuð því. En ef hann segir við mig, þetta er það sem ég vil sjá kirkjunum minna að gera. Ég aðskil ekki lækninguna sem ég veiti þjóðfélaginu og samfélaginu. Ég lækna andan þeirra með því að frelsa þau, ég lækna sál þeirra með að leysa þau og ég lækna líkamæður með að lækna þau. Og ég vil að mín eklesía, mín kirkja framgangi í þessu. Hvort auðveldara, hvort erfið. Þetta hangir saman, elsku vinur. Ég get farið í mörg önnur vers sem sýnir ykkur þetta, bæði Gamla og Nýja testamentinum, hvernig þetta hangir saman. En aðalmálið, og ég ætla að hætta núna, er að þú og ég áttum okkur á því og við þurfum ekki að velja bara annað eða eitt af þessu þremur. Guð frelsar allan mannin. Allan. Andans, sál og líkama. Það er hans fullkomni vilji. Og þá spyr maður kannski, já en fyrst að það er ekki. Aha. Hvað þá? Halleluja. Bara veit það ekki. Ég bara veit það ekki. Hvað, ertu ekki fósturmaður hérna með henni Sibbu? Áttu ekki að vita? Jú, sorry. Ég er bara ekki komin lengra. Þú veist, ég er bara á þeim stað að ég er áttum með hvernig virkar þetta allt. Eina sem ég veit að ég hef séð Guð frelsa fólk. Ég hef séð Guð lækna fólk. Ég hef séð Guð reisa fólk ekki frá dauðum reyndar en lömuðum. Ég hef séð undursamleg kraftaverk. Undursamleg. Í mínu eigin lífi, fjölskylduna minnar, vina, ættingja og algjörlega ókunnugs fólks. Það veit ég. Hvernig þetta allt virkar nákvæmlega, veit ég ekki. En ég veit líka að ég þarf ekki að vita nákvæmlega hvernig allt virkar. Ég þarf bara að ganga út á því sem hann hefur sagt mér að gera. Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Það er það sem við höfum að gera. Amen. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum treysta þér, leggja líf okkar í þínar hendur. Við biðjum þau að hjálpa okkur og skilja og sjá. Elsku drottinn, að við megum vita
vita það í hjarta okkar án nokkuð svafa hver þú ert, hversu góður þú ert og hvað þú kalla til. Að þú komst til að frelsa mannin allan. Það ert þú. Það er þinn vilji og svo góður ertu, elsku Drottinn, að þú frelsar anda, sál og líkama og gjörir heilt. Við opnum hjört okkar og biðjum þig fyrir að heilagan anda, kenna okkur áframhaldandi. Viltu byrja að vinna og starfa og verka í okkur til að gera okkur heil, að við mættum framganga í því að gera aðra heila í krafti þínum, í nafni þínu, þér til dýrðar, að við megum víðfræja dáðir þínar eins og segir í ritningunni. Víðfræja dáðir þínar. Þú ert stórkostlegur Guð, dásamlegur Drottinn. Enginn er eins og þú, Jesús. Enginn er sem þú. Yndislegur ertu í alla staði. Góður, kærleiksríkur, gæskuríkur, læknandi Guð. Og sama hvað annað, Drottinn minn, þá varðvitum við hjört okkar sem hér erum og látum engan stela þessum sannleika frá okkur. Engan. Drottinn, ég biðjum að snerta þá sem hér eru. Lækna þá sem heima eru, Drottinn, þarnast lækninga þinnar. Það er ein kona, kannski fleiri en ég veit það er ein kona. Og það er, sálin þín er ekki í neinu friði. Það er mikill ófriður sem ríkir innra með þér. Og þú nærð ekki hvíldinni, þú nærð ekki friðinum, þú nærð ekki þessari lækningu. Og við stöndum hér saman með þér öll sem eitt. Og við sendum frá okkur orðlækningar inn í líf þitt og segjum, ert þú frjáls frá meiniðinu, heil af meiniðinu og friður Guðs fylli líf þitt hér og nú. Gjörið þið heila. Friður sem er æðri öllum skilningi fylli líf þitt. Takk, Jesús. Guð opnar hellurnar í eyrun og það er búið að vera hellur í eyrunum þínu. Opnast núna fyrir Jesú nafn. Takk, Jesús. Munnangrið sem hefur kvalið þig, heilt, hverfur, Guð læknar. Gjöru heilan. Mundu það, hann læknar sál þína, hann læknar líkama þinn og hann læknar anda þinn. Hann gjörir þig að heilli manneskju. Er einhver hér inni sem búin að vera að berjast við, ég veit ekki hvort það er heima hér, sem eins og olnbogunum, verkir þrautir í olnbogum. Faðir, ég þakka þér fyrir það að þú gjörir heilt. Í Jesú nafni, bróðir, vert þú heill af meini þínu. Guð gerir þig heilan fyrir kraft andans, mátt sinn og Jesú nafn. Olnbogar heilir. Verkir burtu, þrautir burtu og það sem orsakar læknast í Jesú nafni. Halleluja. Var eitthvað, það small í þér? Heill í Jesú nafni. Guð er svo góður. Ég get ekki nógu samlega sagt þetta, hann er svo góður og svo fullkomlega góður. Við erum óhrædd að ganga inn, að hásæti hans og meðtaka þessa hluti, þessa gjafi frá honum. Vegna hvers? Vegna þess að það var fyrsta lækningi sem við tölum andan. Hann réttlætið muniði, hann réttlætir okkur þannig við megum koma.
og megum meðtaka. Já. Fyrirgefi, ég verð að segja. Hjarta mitt bara búið að vera milljón. Ég ein af þeim sem og ég prestur hérna. Ég ein af þeim sem ég á bara svolítið erfitt með að biðja eftir í sjúkum, ef ég að vera alveg hreinskilin. En ég lenti í atviki fyrir ekki svo löngu síðan, kannski 3 ár síðan eitthvað svoleiðis og ykkur hérna að vita það. Og ég var í ræktinni og ég átti góðan vin í ræktinni sem ég hitt á hver einasta degi. Þurfandi læknir hafði fengið krabbamein í lungun. Og það þurfti að taka hluta lungunum og hérna þetta var rosa mikið mál. Við erum rosa miklu vinir, fullorðinn gekk með kút og hann kemur til mín og hann var sem sagt læknir, krabbameinslæknir og var með það díla við lungnasjúkdóma svo mikið, hann var lungnalæknir. Og einn daginn þá kemur hann inn og segir mér frá því að eitthvað rosalegt hafi gerst. Hann hafi fundið til, hann hafi farið aftur í myndatöku. Og það kemur í ljós að krabbamein hafi tekið sig upp aftur. Og hann var algjörlega miður sín fyrir framan mig. Og ég hugsaði bara, vá, nú eru góðar á dýr, hvað er trúin núna? Og ég fór að segja hann frá mínum kraftaverkum. Og það Guð hefur bjargað mér á ögurstundu. Guð hefur komið inn í líf mitt. Drengur minn, þegar hann fæddist á dóan, hann var endurlífgaður. Dóttir mín 3 árum seinna var líka næst í dag og fekk heilahimnubólgu og var bara nær dauðinn lífi. Og ég fann svo mikið hvernig Guð greip í í gegnum þessar aðstæður. Og ég bara, segja honum frá þessu og það sem að gerist þegar ég að segja honum frá mínum kraftaverkum, það sem að ég hef upplifað Guð gera í mínu lífi, það kom yfir mig einhver óútskýranlegur kraftur. Það kom einhver sannfæringarkraftur og ég ætla bara að sýna á mömmu. Ég lagði hendur á mig og ég sagði, ég ætla bara að biðja fyrir þér, ég ætla bara að biðja Guð að lækna þig. Og ég að segja Guð, þetta ekki alveg ég ekki Benni Hinn, en ég þarf að vera meira Benni Hinn. Og ég legg hönd á hann og ég segi, ég ætla bara að biðja Guð að lækna þig. Rosalega djörf allt í einu í ræktinni fyrir framan alla. Og ég bara legg hönd á brjóst hans og ég segi bara í Jesú nafni, Drottinn lækna hann. Og svo segi við hann, herru, það er bænastund í kirkjunni okkar í kvöld, ég ætla að leggja þig líka fram, ég ætla að fá fleiri til þess að biðja. Og ég fer bara heim, ég sé hann ekki í 2 vikur sem er mjög óvanalegt. Hann kom okkur með einasta degi. Næst því ég sé hann, þá kemur hann inn og hann er eins og sólinn. Hann er svo glaður og ánægður og hann veður bara á mér og faðmar mig og hann alveg Sibba, ég veit ekki hvað gerðist en þeir tók aðra mynd og þeir sjá ekki neitt. Hann sagði þetta voru bara einhver mistök. Og hann alveg sem er mjög skrítið, svona mistök eru bara ekki gerð á spítalanum. Og ég vissi og ég sagði, veistu það, ég bara trúi því, Guð bara læknaði þig. Og ég finn þetta, það er eitthvað við vitnisbyrðin okkar. Það er eitthvað sem að, það sem að þú hefur gengið í gegnum með Guði, það getur enginn tekið frá þér. Og vinir, við eigum öll vitnisbyrð með Guði. Og það getur verið þín leið að tengjast einhverjum í sorg þeirra, í einn þeirra. Þegar Guð hefur tekið upp og sett fætur þínar á klettin. Hann hefur gert það við mig aftur og aftur og aftur, vinir. Og ég veit að við höfum öll svona sög að segja. Prófum að teygja okkur út og taka skrefum út af því það var eitthvað þarna, ég fekk bara nýja opinberun. Ég fekk nýja opinberun. Eitthvað var þetta orðvitnisbörn eins og ganga fram og segja frá. Frábært. Og biðja. Og við sjáum að það verði. Amen. Þetta er dásamlegt, algjörlega dásamlegt. Og munið það sem ég sagði að hann er algjörlega samfærum það. Það voru stóri predikarar og lækningar, bæði konur og karlar. Nú er það við minnisbámennir. Amen. Göngum í því. Guð bless ykkur. Nú er samkoman á enda
Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.